Það föstudagsmorgun og boðað hefur verið til óvenjuleg starfsmannafundar með stuttum fyrirvara. Mætingin 100%. Þetta Jóna, sem var að sjá fyrsta barnabarnið sitt sem fæddist í Ástralíu 2 klukkustundum áður. Einar rakari, fyrir að brosa á ný þegar hann fréttir að Southampton komið yfir á móti Arsenal. Sem betur fer fyrir unga herramanninn í stólnum. Upp í sumarbústað finnur Páll Gunnarsson gamlan skólabróður sem hann hefur ekki séð í 40 ár. Síðar í kvöld fær Brynhildur Jónsdóttir loksins símtal frá þessum eina rétta. Og mætingin á ættarmót bótarættarinnar fyrir norðan hefur aldrei verið betri. Það sem þú gerir í dag er þín hugmynd. Við hjálpum þér að láta hana gerast. Síminn. Gott kvöld, góðu gestir, og verið hjartanlega velkomin í Ruglhorn Sverris. Við 120 kíló af hveiti og hérna höfum við barnasundlaug. Minn og herrar, það er komið að hveitibaði. Já, þá var ég orðinn allur út í vaselíni. Þá var ekki eftir neinu að bíða nema að henda sér í bað. Þetta ósköp notalegt. Og ég hvet alla að fara í hveitibað. Þetta var Ruglhorn Sverris. Gott kvöld, góði gestir, og verið hjartanlega velkomin í lokabardagann í boxinu.
ég og Auðun Blöndal sem eigum að keppa annarsætið. Eins og við sáum síðasta mánudag þá vann Sigmar Vilhjálmsson mig og á undan því þá vann Sigmar Vilhjálmsson Audda. Tæft samt. Tæft samt, já. Sigmar Vilhjálmsson boxmeistari í 70 mínútna en það var svo sem vitað en við ætlum að keppa annarsætið. Já, það verður harður bardagið. Já, við teljum okkur vera svona á svipuðu reki í boxbransanum. Þannig að svipuðum þyngdarflokk. Svipuðum þyngdarflokk. Sverrir og Auðun í boxi í Keflavík. Það er búið að sippa í 20 sekúndur. Það er alveg nóg. Bara að fara í box. Þetta aðalóðstæðan fyrir veiðum okkur til að verja handabækjum. Ég hef fullt að beina hérna svo þetta. Verið velkomin, það er skemmtilegu bardagi í kvöld sem við ætlum að sýna ykkur sérdeilis furðulegir kappar og hér er kynnirinn og hér sjáum við á horninu, þetta er Öddi Sveifla, þekktur fyrir mjög sérkennilegan stíl og hér er Sveppi Löpp, hann á það til þegar hann verður ofboðslega reiður, hann bítur ekki fólk, heldur á hann til að setja löppina í andlitið á þeim. Nú, þetta getur orðið mjög skemmtilegu bardagi, þetta er bardagi önnur verðlaun. Fyrstu verðlaun víst unnust með einhverjum óheiðarlegum hætti, miklum þyngdamun, miklum hæðamun og mikilli faðmlengd sem er víst ekki leyfileg lengur í hnefaleikum á Pop TV. Nú, það er fyrsta lota og Öddi þreifa sig áfram. Þarna kom Sveppi þungu höggi inn. Öddi lætur ekki bjóða sér þetta, sjáu þetta. Hann hleypur áfram. Stíllinn, já, hann er svo kolólöglegur að hann er orðinn löglegur. Hann barði Sveppa Löpp, hvað eftir annað í hnakka? Nei, fékk hann þunga. Þegar þunga hægri, þetta er yfirgengilegt. Heyrðu, hann er á hlaupum, hann er að reyna að koma sér undan. En Öddi Sveifla lætur ekki bjóða sér þetta. Nú, þetta var mjög sérkennilegur stíll hjá Sveppa Löpp, sjáu þetta. Þetta eru svokölluð hamarshögg. Þau þekktust í Búrfellsvirkjun hér á árum áður, þarna sáu nú þungt högg. Jú, það er ekki, heyrðu, þetta var nú gífurlega góð vörn hjá Sveppa Löpp en hann fær högg á alla staði sem á ekki kýla á í hnefaleikum en þar sem að þetta er Pop TV hnefaleikar að þá er víst allt leyfilegt. Já, Sveppi Löpp lætur ekki bjóða. Hamarshögg fundu upp í Búrfellsvirkjun af júgóslavneskum farandverkamönnum. Við skulum nú sjá. Jú, fín ágætisvörn þarna. Það er bannað að snúa bakinu í andstæðinginn en Sveppi Löpp notar þetta bragð mjög oft. Sérstaklega að hann er á hlaupum, hann snýr sér undan, högginn dynja á honum. Hann reynir, þeir eru svo sannarlega að berja hvort annan í orðsins merkingu. Nú, Öddi sækir grimm, Sveppi löppur út úr köllanum, Öddi slær hann á milli kallana, þeir eru farin að blása eins og búrkveli sem er komið að því að kasta kálf. Þarna er Sveppi að fara niður, en... Nú, það er súrefniskútur þarna í horninu sýnist mér. Jú, og Öddi búinn að fá súrefni líka. Sjáu þetta. Þetta var rosalegt, þetta var svívirðilegt, þetta var svo ótuktarlegt að það halva hefði verið nóg. Hamarshögg funduð upp í Búrfellsvirkjun. Þetta er högg sem er afar sjaldgæft að maður sjá í hnefaleikum í dag. Þarna kom falleg vinstri hjá sveppunum og svo sannarlega fann Öddi Sveifla fyrir þessu höggi. Þarna var krókur sem hefði snúið höfðinu við á sveppunum hefða hitt. En þarna er Sveppi á harðahlaupum og mér sýnist önnur lota verið í uppsiglingu og við skulum sjá. Já, því er ekkert að tala mömmu hérna sko í linsuna. Nei. Mömmur eru ekki gjaldhæfar í hnefaleikum, hvað þá í hringnum. Mamma, ég elska þig, dugar ekki neitt. Bara önnur lota byrjar og það var stungað þarna í Ödda og krókur, hann er með yfirburði. Þetta er... Hann er að fara niður, nei, hann náði að snúa sér í vil. Þvílíkur kjarkur. Bíddu nú við, heyrðu. Jú, það verður að viðurkenna sjáu því. Þetta var beauty.
En Öddi Sveifla sneri sveppalöp í hring, hann fór í hring og eftir að hafa lokið hringinum þá hljóp hann inn í hringnum. Með ólíkindum, heyrðu, hvers konar slappleiki þetta eiginlega? Upp með hendurnar, inn með lungnabelgina, sjúga loft, þarna kom magahögg og höfuðhögg og þau dynja á Sveppa. Sveppi svaraði fyrir sig. Heyrðu, þarna kom svo kallað öfugt bakhandarslag sem hann náði nú að hitta. Þeir, sjáu þarna kom það. Þetta er svo lúmst, þetta er svo óþverrlega aftur, öfugt bakhandarslag. Og Sveppi, já, en höggin er orðin afskaplega slöpp. Þarna kom högg, já. Ég verð að viðurkenna það að ég hef sjaldan eða aldrei séð lélegri hnefaleikakappa á ævi minni. Þeir eru svo lélegir að þetta fer allan hringinn og verður hrein og klár tær snill. Chaplin hefði ekki getað gert þetta betur. Sáu þið þetta? En trúiði mér, þeir eru að berja hvern annan. Þetta er ekkert í gríni, þetta er fúlast alvara. Þarna kom bakhandar Sveiflan aftur. Sáu þið þetta? 1, 2, 3, 4 og svo þarf að sjúga loft. Ég held að hvoruð þeirra reiki, ég bara skil ekkert í þessu úthalsleysi. Þeir hljóta stundar rúmleikfimi, ég trúi nú ekki öðru. Njá, heyrðu, ég dæmi hvoruðan sigurvegara, en ég lýsi því mig hér yfir að þetta sé einstakur atburður í íslenskri hnefaleikasögu. Þetta er gott dæmi menn sem eru í engri þjálfun. Svona líta menn út ef þeir nenni ekki að æfa. Hnefaleikar eru fyrir alvöru karlmenni. Ég gef þeim hálft hús stiga fyrir þetta. Þeir eru hálfur karlmenn. En það þýðir ekkert að vera að kalla á mömmu í þegar að staðan er orðin svona. Það bara gengur ekki. Sjáu þið svipinn. Mamma, ég er að... Já. Nú, Bubbi Mortens kveðuðu þessu sinni. Ómar Ragnarsson gat ekki verið með mér. En við minnum okkur á að það er spennandi box framundan. Alltaf á sín. Nú, Pop TV virðist vera að hasla sig öll í þessari íþrótt en meðan að gæðin eru í þessum standard að þá höfum við enga áhyggju hér á sín að þetta sé eitthvað samkeppnisaðili en hins vegar lýsi yfir að hver sá sem setur upp hanska og grímu og fer inn í hringinn, hann hefur balls og hann hefur kjark. Og ég þakka fyrir samfylgdina. Bless. Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í áskorun. Já, þetta er bæði áskorun og íþróttamót því að þeir hjá Spa-sápu Reykjavík eitthvað, allavega þá fengum við þeir sem að búa til þessa sápu, þeir senda okkur áskorun að keppa í, hvað er að kalla þetta? Sjampórenning. Já, við ætlum að, þetta er sjampórensli að renna sér á maganum hérna, eftir ganginum. Og sá sem annað er lengst, hann verður Íslandsmeistari og það skal tekið fram að þessi sápa er ekkert venjuleg. Hún er sérgerð fyrir íslenskt vatn. Það stendur hérna. Nei, fyrir vatnið í Reykjavík. Já, pH 5,0. Já. Allavega, þá ætlum við að keppa í þessu. Sveppi fann að dutta í þessu, hann er að taka sjampóðu upp úr kassanum. En við ætlum sem sagt að keppa í sjampórenning á þessum Íslandsmeistsgangi. Skulum vinda okkur í áskorun og íþróttamót. Þetta þarf ekki að taka ekki alveg í allan endan. Nei. Varum aðalega verið miðinni. Á brautinu, þetta er braut. Skilju, við þurfum að geta lappað hérna á þessu bláa hérna. Vágáðan að fyrir renna hana. Heldur það? Ég vona það. Já, þá var svona megnið að sápunni komin á brautin er svona að verða tilbúin og það er ég, Sverrir Þór Sverrisson, sem ætla að ríða á vaðið. Og þetta er náttúrulega bara eins og allt sem við gerum, þetta þarf að gerast á brókinni og ég er í brók og ég veit ekki hvaða taktík ég ætla að nota, það er nú ekki sérstæð sem mann dettur í hug, ertu með einhvern hugmynd? Segi ekki. Nei, það kann nú verið. Þetta eru vinir manns í settinu, en svo þegar maður er komin út fyrir stúdíóið, þá er þetta bara rugl. Jæja, ok, er þið tilbúinir? Það þarf ekki að setja sápu líka mann. Nei, það er bannað. Nei, það má. Það má? Er það bannað? Ég veit það ekki. Nei. Er þið tilbúin? Ég þarf að taka sénsinn á því, sko. Ok. En það má setja sápu á líka mann, ef þú vilt. Ok.
setja líka. Jæja, þetta var nú ágætt. Var það bótt? Já, það var aldrei vont þegar ég þurfti að stoppa þegar það ískraði í bumbuna minn. Ok, ég er næstur. Þetta er bara eins og kynþokkafull sjampóauðlýsing. Hver vill ekki vera með Auðun Blöndal? Já, settu sjampó á bringuna á þig. Jæja. Ég held að þetta geti hjálpað. Þetta er allavega mín tækni. Sveppi, hann mátti þetta, hann vildi það ekki. Ég held að þetta er eftir að hjálpa mér svolítið. Já. Ok. Helvítis kvikirinn maður! Já! Erum við búin að týna metinu? Nei, það var ekki hérna. Ég með það hérna. Allt við vekk. Lána mér. Herðu, það er ekki hægt að standa. Á ég ekki að gera það? Ætlar að nota sömu tekník og setja á bringuna? Já. Ok. Ok. Já. Sexy lotion. Það er ekkert í þessu. Menna? Já, meira. Já. Já, heyrðu, þú að hjálpa? Já, það eru við allir vinir hérna. Ok. Og ekki kjafta þér, þú sýndir nú hvað í þér býr þarna, helvítið. Ok. Ég náði ekki svappa! Nei! Jæja, Sveppi, þú lendir í eyru. Það? Ég trúi þess ekki. Jöfnir, auðvitað eftir. Þetta er það mestu. Ég var út á brautinni með þessi. Það er nú niður svona. Ég er Íslandsmeistari og við stóðumst allir þessa áskorun. Ég ætla að taka þetta fyrir ykkur sigur stökkið. Ég veit ekki bætti það. Já, það má eiginlega segja að Pétur hafi brugðist mér. Ég bjóst við að maðurinn myndi geta hlaupið eins og maður og skuttla sér, en hann náttúrulega er bara eins og hálfviti. Hvað er þetta? Ég bætti það. Það er ekki mikið en... Þetta var Íslandsmót, áskorun og íþróttamót. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Þetta er fyrir. Þetta er gaman. Já, komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í íþróttamót 70 mínútna. Eins og við Sveppinu búin að segja nokkur sinnum í þættinum, þá er komið að skyrglímu. Ég held að það verði ekkert, þetta er bara þjóðaríþrótt Íslendinga. Skyr og glíma saman í eitt. Já, það er... Og við Íslendingar. Já, þannig að þetta er þjóðaríþrótt okkar. Já. Við erum staddir hérna á slökkvistöðinni, þeir ætla aðstoða okkur en nú ekki í fyrsta sinn, því að það er ekkert grín að þrífa allt þetta skyr þegar við erum búnir og þá ætla þeir bara að smúla þetta út fyrir okkur. Já, og okkur jafnvel líka. Býta aðeins? Æ, mér heyrðist það kannski verið eitthvað útkall hérna. En herðu, við erum búin að redda skyri, við þökkum mjólkursamsölunni kærlega fyrir. Þeir létu okkur hafa 60 lítra, hvorki meira niður minna. Það finnum ekki meina dollu heim. Já, og hefðu ekki getað þetta án þeirra. Og svo fórum við og keyptum okkur sundlu og ég var nú að... Vikuna, ég held hún væri stærri. Þegar ég var búinn að blása hann upp allavega. Svei mig þá, ég held hún væri nú kannski aðeins stærri en þetta, maður. Já, það er kannski ástæða fyrir þetta var svona ódýrt. Já, ég get lofað ykkur því að Fjölnir Þorgeirsson, hann er ansið svektur yfir að vera ekki hér því að hann geti orðið Íslandsmeistari í enn einn íþróttinni því að ég held að þessi hafa nú ekkert verið stundu hérna á Íslandi. Þetta er aldrei kallt skyr. Já, svolítið. Jæja, eftir mikla vinnu þá erum við loksins búin að setja allt skyrið onni í þessa risastóru sundlaugu okkar. Já, það hafðist allavega 60 kílóa skýri, svona svipað mikið skýr og ég er þungur. Já. Þannig að þetta er skemmtilegt. Hérna þá, er það ekki? Já, og svo er ég náttúrulega 100 kíló. Já. En það breytir því ekki að við erum að fara í skyrglímu. Já. Það er ekki eftir neina að bíða. Ég er að spá að rífa mig á kassan bara. Við erum að byrja róan. Stíð! Ískallt, þetta er mjög erfitt. Það er bannað að gera niður sko. Já, ég er alveg samanlega því. Ok. Tilbúin? Já, ekki, þú mátt ekki rífa brókina bara upp í heila, sko. Nei. Ok. Ekki þú heldur. Nei, ok. Það er bannað að halda í brók, eða? Það er bara að halda síðan bara í okkur. Ok. Og byrja. Nei! Hvað er það að gera maður? Nei!
Sveppi! Þetta glíma! Hætt að setja rassin á mig! Og þrír! Sérðu það sem ég að svo? Hvað segir Helgi Hósaðarsson núna? Við erum ekkert í topp formið, Sveppi. Anna! Þú ert með eitthvað í augunni? Við ekki það fúslega, við erum ekki í góða formi. Já, það er líka dálítið sérstakt form til að vera í skýrglímu. Það er svona kringlótt form. En þessi sundlaug var alveg nóg stór eftir allt. Já, þetta er fínasta stærra sundlaug. Og við þökkum slökkviliðinu kærlega fyrir. Algjöru meistarar að hleypa okkur inn í hús og svo ekki með þrifi eftir okkur. En allavega þá var þessari skýrglímu lokið. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Við þökkum Mjólkursamsölunni kærlega fyrir okkur. Já, komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Rótararass-keppni 70 mínútna. Þetta er nýtt íþróttamót hjá okkur. Já, þetta er splungun í íþróttagrein sem við ætlum að keppa í og hún, þetta íþróttamót felst í því hver nær mesta rótararassinum. Já, eða plömmernum eins og þetta er kallað í Bandaríkjunum. Það sem myndast þegar menn svona beygja sig niður, þá kemur svona skoran. Já, við erum með málband og ætlum að mæla hver getur sýnt mest af skorinni og þú fær bara, veist, eina beygju. Já, eina beygju og svo reglurnar sé á hreinu, þá er best að útskýra þær strax að áður en þú byrjar, þá má ekki sjást neitt í rassaskoru. Nei, það má ekkert sjást í rassinn og þeir tveir sem eru ekki að keppa, þeir dæma. Já, og þeir mæla. Já, herðu, við skulum vinda okkur í þetta frábæra íþróttamót. Það er mælt frá buxnastreng og... Nei, það er mælt bara hvað er frá borun, þar sem að rassaskorun. Já, boran byrjar. Frá buxnastreng og upp að enda rassaskorunar. Já, ok. Vindum okkur í þetta. Það þýðir, skilur, það má ekki eitthvað reyna að gera meira og meira. Nei, það er bara eina tilhörn. Já, ok. Já. Hvað er handið, maður? Ekki allt í lagi með því! Þetta er ekki neitt! Það fjast ekki í raskatið á þetta. Og fyrirgeðu ég sé ekki ólympíumeistar í rótararass. Það er Pétur. Hvað náði ég? Þú náðu ekki, ég gæti ekki mælt! Það var ekki hægt, þetta var bara... Hvað? Það kom enginn sko, þú veit bara eins og einhver gella bara sem er eitthvað Æja, Pétur það. Svona eitthvað er í fyrir, svona eitthvað handið. Ok, Pétur. Hörru, píparinn að gera sér tilbúinn. Píparinn að gera sér tilbúinn. Það er eitthvað bóið við þetta hérna. Ok. Og hann byrja! Maður sjá! Það verður kjör! Já. Verður kjör! Verður kjör! Þetta eru 3,5 centimetrar. Maður sjá, sérðu stellingur hans? Ef þú sér hann í heild, þá er þetta 3,5 centimetrar og hann er svona. Þú toppaði mig. Já, þetta var mögnu skora. Já, svo finnst þið. Á Sveppi. Já, ég verð að vikina, ég komin undir bullandi pressu, sérstaklega vegna þess að þú tókst svona í borðið, sko. Það er eitthvað gott tricks. Það tekur þetta ekki að finna á mér. Já, það er pressa á honum. Nei, ég veit ekki þetta. Leindatökumaðurinn er klár. Það er maður sjá. Eða hvað? Já, við meldum þetta sko, þetta er svona. Já. Hann er með 4. Hann er með 4. 4,5. Yes! Hooray! Hefði megum við fá Sigur hérna. Sigur göngulagi. Sigurgönguna, ekki málið. Myndtökumaðurinn verður bara hérna, þannig að náðu þér alveg heilt. Já, við kvíkindi þegar hvernig hann lappar maður. Þú bætir það! Þú bætir það! Jæja, herru, þessu magnaða íþróttamóti er lokið, Sveppi vann, ég í öðru og Pétur í þriðja. Nei, þú var ekki í öðru. Ok. Ég var í öðru. Sjáumst. Já, ég bara vil þakka foreldrum mínum fyrir að hafa hjálpað mér í gegnum lífið. Það þurfum að vinna.
Já, kæra áhorfendur, það er komið að OK-striknum. Já. Hvað ert þú þá bara staðinn upp? Já, ég þarf að standa upp. Þú þarft að standa upp, já. Já, gott fólk. Þeir eru með stilt á sjónvarpsstöðinni á Pop TV og þeir eru að horfa á sjónvarpsþáttinn 70 mínútur hér. Já. Og Pétur heiti ég, þetta er hann Sveppi hérna. Og Uddi er hérna með. Já. Blessaður Uddi. Sællinur. Við byrjum alltaf á mjólk. Blessaður. Sæll, Sverrir. Já, blessaður. Blessaður. Þú ert með stokkinn, þú mátt stokkinn. Já, ég er með spilastokkinn hér. Kláraðu bara mjólkina. Svona. Ég kom með, sem sagt, hér í poka. Eilítinn mjöð. Sem að heitir Balsamic Edik. Í barast. Sko þetta er svolítið eitur sko, eða þú veist þetta er, það má ekki... Já, þá setjum við bara lítið. Svona. Það getur farið illa með magasýrur og... Já, við höfum nóg af þeim. Ég kom með pilsner. Því að bara sko pilsner í mjólk er held ég bara viðbjóðs. Já. En, já, má ég fá smá sopa á honum fyrst? En áhorfendur, það á eftir að setja það sem að Sveppi er með. Pilsner er komin úti. Já. Sveppi, þú kannski segir okkur aðeins frá Já, þínu. ég skal segja ykkur Má ég kannski standa upp líka bara og fara aðeins frá? Er þetta einhver viðbjóður? Sko, það sem að ég er með er það, ég fór í líkamsrækt. Eins og við sjáum, þá er ég nú allur að braggast. Já, ég veit aldrei að koma til. Já, við erum að taka á því. Það er maður þarna í líkamsræktinni sem að sagði við mig, heyrðu, ég er hérna með út í bíl dálítið sem ég þarf að láta ykkur hafa í OK-strikinn. Og ég sagði, er það ætt? Og hann sagði, já, það er ætt og þetta borða menn í Svíþjóð. Og það sem þetta er eitthvað sem að heitir súrströmming. Óskars súrströmming. Og þetta er víst alveg viðbjóðslega vont og þið sjáu að þetta er örlítið kúpt hérna. Af því að þetta er ónýtt. Og ef þið sjáu tölustafinu hérna ofan, það var stendur 2001. Já, það má ekki vera ónýtt. En ég fór og talaði við kokkinn. Hann sagði við mig að þetta væri Ulden Schild. En það má borða þetta og í Svíþjóð borðar fólk þetta. Já, ekki sem að rennur úr 2001 fjandinn hafið, það er 2004 í dag. Nei, þetta er í lokuðum umbúðum, þá er það allt í lagi. Þetta er skrítin lykt sem... Erðu ruslið, viltu sækja ruslið? Setja þetta á borðið okkar. Hvað er hann að láta mig hafa, mann fílar? Ég get ekki þefað þessu. Lyktin er, þú ert búin að eyðileggja stúdíó okkar, Sveppi. Það bullar upp úr þessu maður. Hvað er að ykkur? Ég finnir lyktina maður. Vá. Herðu þetta, ég get ekki verið hérna inni. Pétur komdu. Þú ert búin að eyðileggja stúdíó okkar, Sveppi. Jesus Christ, maður. Herðu þetta. Þú ert bara að drekka þetta sjálfur, sko. Nei, við dröðum. Herðu. Hvað er að þér? Þetta bara, það bullar upp. Auðun! Ertu brjálað? Herðu, ég er bara að fara út, sko. Þessi litur. Auðun minn. Hvers slags bull er þetta? Finnur ekki lyktina? Út með þetta, ég er farin, sko. Strákar! Ég get ekki skilið mig eftir einan með þessu. Þetta enda bara í ruglinu. Þetta, já. Kæru áhorfendur, ég bara afsaka þetta innilega. Þetta er ekki eins og þetta átt að fara. Ég vissi af því að það myndi gussa upp mikið lykt þegar þetta yrði opnað. Það var búið að tilkynna mér það. En það sem ég ætla að segja er að við ætlum að fá hérna dagskrárliðinn við skulum taka hérna núna götuspjallið, strákar. Á meðan við ræðum aðeins málin hérna. Já, ég er bara, það er ekki liftið inni, sko. Við skulum fá götuspjall á meðan ég þurrka hérna. Christ. Já, herðu, þið skulle fylgjast með því að hann Sveppi er að fara í G-streng af mömmu minni. Og ef ég fæ eitthvað kynferðislegt út úr því, þá er ég orðinn ansi bældur. Herðu, en það er komið að áskorun. Við hittum Simma einu svona óvænt í bakari hér í bæ og við skulum sjá þessa áskorun. Þú ferð úr bólnum? Nei. Ekki?
Hver er nærbuxurnar? Já, er það ekki miklu meira krydd og heldur á þetta? Færðu myndaðalann á tippunni hérna? Nei. Hættu þessu. Ég er bara að reyna 70 mínútur. Ekki byrja! Nei, sem ekki gefið þetta. Komdu þetta, verður þú að skipta og hlöftu frá. Nei, ég ætla að koma inn í mynd. Ok. En þú átt þetta, Þóró. Hvað er að þér? Hættu þessu helvítið. Ok, ég skal byrja þetta. Mér líður bara eins og sé að fylgjast með kamerunum. Farðu samt úr bollnum. Byrjaðu helvítið. 70 mínútur með ykkur hér á þessu. Vil ég hætta þessu? Ég er að koma. Já, ég er á leiðinni. Bara skiptið yfir á hunda. Sveppi tapaði Mr. spilinu og þarf að fara í G-strik af mömmu. Hann er að kærðu. Þú vart að koma eistanu hann undir. Þetta má ekki vera eitthvað bannað. Nei, ég var ekki beðinn að fara bollum. Ok, taktu hérna. Taktu einn snúningur okkur. Sýndu að sýna brókina á maður. Shit, þetta er maður. Sko, tillinn er að detta út. Já, ekki vera með eitthvað rugl hérna. Ég er að koma. Ég þarf að kremja hann. Færðu stóluna þess. Fólk verður að fá að sjá það sem ég er að sjá, sko. Já, það er bara hérna. Gátt þess. Þannig ok, svona er þetta. Nú, gott einnig næra þess, Þóró. Nú sjá, þannig að sjá kvikindi. Hættu þessu. Sýndu rassinn. Nei! Nei, nú er það búið. Það er í lokin hérna, sérðu? Já, við erum búin að sýna rassinn. Ég skil ekki hvað svona fyndi. Ái! Já, kæra áhorfendur, þá er ég búinn að tapa þessu spili og ég sitt hérna í G-string að móður hans auta. Mr. spilið þessari keppni er lokið og herðu, þú mátt ekki að fela brókina. Ég er ekkert að fela, ég sitt oft svona, skilurðu. Já, maður sjá. Hvað er að því? Viltu ekki bara... Új. Skulum vinda okkur beint í skemmtilega áskorun þar sem að Auðun Blöndal, sem er eini maðurinn inn í þessu stúdíói sem kann ekki að synda, hann ætlar að sýna okkur hvernig hann syndir björgunarsund með mann. Þessi áskorun kom eftir sundmótið okkar, skelfilega, og við beinum að bjarga Simma og herðu, þú stóðst eins og hetja. Já, ég er farinn. Þú kláraðir þetta. Já, ég er farinn. Ég get svo svarað þessu, ég held að mamma hafi ekki eins og verið svona sexy í þessari brók. Ég veit það. Þannig að þetta er bara hrós fyrir þig. Þakka fyrir. En herðu, við skulum sjá þessa áskorun og ég tek ofan fyrir Sveppa. Við ætlum ekki að láta ykkur bíða lengur. Við ætlum að biðja tæknimanninn um að sýna okkur atrið frá síðasta Idol-þætti þegar að Sigmar Vilhjálmsson, fyrrverandi þáttastjórnandi 70 mínútna og góður vinnur okkar braut handriðið á flugvélinni á Akureyri. Sjá þetta snilldar atriði. Þetta var skemmtilegt. Ég grét með atriði. Þarna kemur hann. Þessi gaur! Já, komið sæl og við... Við verðum að... sko, eyðilagði handriðið. Þetta, sko, það er stundum með svona simmi-greið, gleymi því, sko að... Hann er með 3 stafa tölu, sko, þegar hann stígur að vikta. Ég ætlaði að segja að hann er ekki 11 ára lengur en svo myndi ég hvað hann var þykkugreið þegar hann var 11 ára. En hann er ekkert léttviktur, sko. Nei, og þetta er líka svona, sko, mómentið, það er sagt við, sko, já, heyrðu, komið þið út, sko. Sjáum þetta hægt, sérðu. Það er ekkert að brotna, það er bara að fara í sundur. Sérðu, handriðið. Það fyrir í sundur, það Það er bara
Í sund. Einu sinni enn, maður sjá þetta einu sinni enn hægt alveg og skoðum þetta aðeins betur. Þetta er nefnilega dálítið fall og við vitum það að hann kom hérna til vinnu og hann var allur blár og marinn á bakinu og rassinum sem er mjög skemmtilegt. Sjáum þetta einu sinni enn. Einu sinni enn, já þarna kemur hann, sykurbúðinn rennandi og hvað ætla sé að hugsa þarna? Þarna er hann bara, já, það er búið. Dettur á tröppuna. Þetta er yndislegt atriði. Þetta gefur lífinu gildi þegar svona gerist og að sjálfsögðu urðum við að sýna ykkur þetta. Já, enda fengum við líka leyfi frá Simma. Simmi hefur húmor fyrir sjálfum sig. Þarna sjáu þið, sko, að það þarf bara að sjóða þetta saman, sko. Já. Þetta er alveg. Þetta er ónýtt flugvél. Já. En þetta er gaman þegar þetta gleður okkur. Og þetta getur gerst í sjónvarpi. Við þökkum Simma kærlega fyrir þetta innbrot. Akkúrat. En það er komið að götuspjalli. Jeba.